skulum hafa nokkur orð reglu Þalesar og síðan ákveðið samband milli horfna sem við höfum áhuga á sem að koma út úr smíðinni. Setjum þetta fram svona reglu Þalesar. Og regla Þalesar ein af fullringunum í fyrstu bók Evklíðs og hún var týnd út þaðan og fær númerið F10 í litlu bókinni okkar Evklíð. Og samband ferilhorns og miðhorns sem kemur fram í reglunni. Sönnun reglunar. Það þægilegt að sækja bara almenna skilgreiningar og þá þekkjum við það líka bara því að sjá þar annar staðar og setjum fram hér skilgreiningar. Byrjum bara svona. Tína til nokkra punkta sem sem að frátekinn heiti eins og vestur og austur og sem kemur síðan fram í stikum Þalesar, en við þurfum ekkert að hugsa sem svo að þetta séu þeir punktar hér, heldur bara almennir punktar. Látum og vera miðjuhrings og vaf vera punkt á hringnum veljum vaf og þannig að ó liggi á strikinu á milli vaf og a. Svona strik hefur þá frátekið heiti. Þá kallast strikið vaf a miðstrengur og það er það sem er kallað díameter. Miðstrengur hringsins. En lengdin, þá setjum við svona strik, töluvert strik utanum strikið sem því það við erum búin að mæla hvað er langt. Hún náttúrulega kallast þvermál. En það er sama orð, díameter, hringsins. Kannski það er þetta að hafa einhverja mynd af þessu fyrir augunum. Kannski er vaf hérna einhver staðar. Hérna er miðjan, hér a og það er þetta sem að verið að segja frá í orðum. Þetta er þá ó, ég hafa hérna bara. Þannig að sem búið að segja er að þetta er ekki að þarna, það var eins og þessi akkurat eitthvað 90 gráðu horn sem að þetta er nú truflað hugmyndin það að þetta er verið almennt. Setjum bara hér hérna. Þetta er þá geisli. Ég kannski segi bara frá því til að hafa allt saman. Strikið og það kallast geisli hringsins. Ég átti að setja kannski þarna undan radius eða öln. Lengdin og kallast sama nafni, líka kallað geisli. Svona. Það er kannski eðlilegt að
að hafa stutt tákn fyrir þetta því við notum það svo mikið. R. Þannig að þetta er geisli og A er geisli og vaff er geisli. Síðan er hringurinn kemur enn liturinn. Hringurinn er táknaður með S-i og mér sem þetta í bókum setjum geislan hér í fót með miðju og svona. Svo skulum við segja aðeins nokkur orðum hornin. Byrjum á þessu hérna A og U eða almennt horninu sem að hefur O sem toppunkt. Það heiti bara miðhorn í þríhyrningum. Hornið þetta hérna A og U almennt er bara átt við það að ef við höfum sem sagt einhverja arma sem að ganga út frá miðpunkti hrings í gegnum einhverja 2 punkta á hringnum eða utan hans, það skiptir ekki öllu máli en hornið sem ákvarðast af miðju hrings er bara kallað miðhorn. Hornið A og U kallast miðhorn hringsins og hornið þetta hérna horn og gæti svo smalins verið svona horn. Það er að segja að það er horn innritast þríhyrnings í hring. Þetta hérna horn, ef það er horn í svona innritum þríhyrningi, það er bara kallað ferilhorn. Eins var þetta hérna horn UA sem bara væri hér, svo þetta sé ekki alveg þetta sértilvik, þá er þetta líka kallað ferilhorn. Og það er til mjög skemmtilega regla að ef þetta hérna er punktur, þetta hér er punktur og hér höfum við A, ef við mælum þetta horn í gráðum getum við mælt, en við getum líka mælt þetta hérna horn í gráðum, miðhornið sem spannar sama boga, að þá er þetta horn hérna, miðhornið, það er alltaf 2-falt stærra heldur en ferilhornið. Jæja, við þurfum ekki svona mikið en það er kannski rétt að segja söguna. Og hornið, ég ætla að leyfa mér að nota alfa sem er þetta horn, A, Vaf, U. Við megum líka nota U, Vaf, A af því að við erum bara að vinna með tölugildi af stærðum eða í svona rúmfræði. Og hornið alfa jafnt og skilgreint sem A, Vaf, U, A, Vaf, U kallast ferilhorn. Ferilhorn. Ég ætti að hafa það með þá stórum stöfum. Ferilhorn. Nú, jæja. Og við getum sagt hérna, ég held við notum það nú reyndar ekki neitt að stutt táknmál fyrir innrit, jú, ég ætti að segja það. Ég ætti að segja hvað innritað þríhyrningur er. Þríhyrningurinn A, B, C kallast eða er innritaður þríhyrningur í hringnum með miðju í O og geisla R svona. Þetta er stutt táknmál. Þríhyrningurinn A, B, C þetta hefur hotpunkta sína á hringnum, þannig við svona vitum af þessu möguleika, við þurfum ekki að segja það svona stutt. Það sem við ætlum að gera er að fjalla reglu þaðlesar. Hún er valin úr fyrstu bók Evklíðs og færa númerið hjá okkur F10.
Og svo ættum við að skoða samband fyrirhóls og miðhóls af því að við notum það í þalesastikuninni sem heitir nú almennt á ensku Rational Parametrization of the Unit Circle. Skilgreiningar, þær eru svona, það O, miðja, svo vaff A-U, það er punktar á hringnum og liggja á strikinu frá til A, það kallast miðstrengur. Nú, við mælum fjarlægðina frá O út í einhvern punkt á hringnum, þá kallast það geisli og við gerum greinamun á striki og lengd þess, þó við leifum okkur að skrifa bara almennt O-U í staðinn fyrir að setja allt utanum og strikið undir, af því að það má ljóst vera af samhengi hvort við erum að tala um lengd eða strik. Hringurinn kallast SRO. Hornið hér A og U kallast bara miðhorn, mjög eðlilegt nafn, og A-U er ferilhorn, sem sagt það myndar horn hér og það spanna þennan boga. Þetta hérna horn getur líka mælt með gráðuboga, spannar sama feril. Þetta horn hér er alltaf tvöfald stærri en þetta, alveg saman hvað við drögum upp. Við viljum ekki að sanna það, ekki nema bara í sértilvíki. Hvað þurfum við meira? Hvað er gott að hafa? Við viljum að tala um jafnarma þríhyrninga, þannig skulum kannski skilgreina eitthvað þar. Segjum skilgreining og þríhyrningur með tvær hliðar jafn langar kallast jafnarma þríhyrningur. En svo fáum við hérna stuttareglu sem við ætlum að nota í sönnuninni, að tvö horna í jafnarma þríhyrningi eru jafn stór. Og nú hugsaum við ekki um það, annað getur verið neikvætt eða jákvætt, eru bara jafn stór. Skulum gefa mjög óformlega sönnun. Lítum bara svona eitthvað þríhyrning sem á að vera jafnarma og hlíðarlengdirnar R og síðan einhverja línu D. Nú með því að fella lóðlínu héðan úr þessum punkti, segjum þá til dæmis bara sönnunin felist í því að nota fyrst F5, svona fellum lóðlínu og síðan getum við notað F3 þess hægt er að skipta striki í tvo jafna hluta og sjáum að þessi hérna tvö verða jafnlöng, x og x, þannig að þetta verður og þannig að það er alveg augljóst að þessir tveir þríhyrningar þarna, það er best að nefna þá A, B, C og stóra D, gefur að þríhyrningarnir A, B, D og D, B, A eru einslaga og svo margkvöldu við grunnlínu sinnum hæð. Ef þetta er nú hæðin, þá er flatamál þessa sem er vinstra megin xh deilt 2 og flatamest þess sem er hægra megin er xh deilt 2, þannig að þeir hafa sama flatamál og einslag og eru þar með eins móta. Og ef þetta horn er alfa, þá er þetta alfa. Það eru tvö horn stór í jafnarma þríhyrningum. En stundum var ágætt aðeins að æfa sig bara í röksemdafærslunni, hvað þetta fljúgi í gegnum kollinn, og auðvitað má rökstuða þetta á einhvern annan hátt líka.
hvað er gott að hafa meira áður en við leggjum í hann. Eitt sem er þægilegt að hafa, það er skulum segja skilgreining. Og ég ætla að reyna að segja frá þessari reglu hér að ef ég hef nú punkt A hér, B hér og C hérna og ég er að velta fyrir mér horninu hér, það er að segja horninu ABC, ef við setjum nú kannski punkt hér D og drögum strik hingað og hugsum síðan þetta horn og þetta horn, að þá getum við sagt að liðunar reglan, þess að liða þetta horn ABC upp í 2 horn sem er þá hornið ABD, hornið ABD og síðan DBC kallast innskotsregla, nánar fyrir horn. Þá skulum við setja fram regluþarleysar og sannana. Regluþarleysar og segir að ef að VAF, A og U eru punktar á hring og VAF A er miðstrengur, líka það gegnum O og U er einhver punktur á hringnum. Þá erum við ekki að hugsa möguleikann U rennir saman við A eða VAF. Að þá er hornið VAF UA 90 gráðu horn. Svona gamni, þá er mjög fljótlegt að setja hana svona fram. Þá við höfum hér innritaðan þýðing AVAF U, heitir hann. Hér AVAF U í hring og O er á strikinu VAF A, það þýðir bara að VAF A er miðstrengur. Að þá er hornið VAF UA 90 gráðu horn, svona. Ég sögur nú reynda bara rétt horn, höfðu ekki þessar tölur. Og sem sagt, ætlum að sanna þetta horn er 90 gráður. Og ein leið til þess að gera þetta, og þið getið haft þetta þá til samanburðar við sönnunina sem er í Evklíð. Segjum þá hvað ætlum að gera sönnun. Og við megum nota þetta er það sem gefið er og við erum að sýna fram á þetta hér. Og kannski tekum við það oft fram hvað maður ætlar að gera. Ég vil sýna, undirskilið þessi út frá gefnum forsendum, að þetta, jafnt og hornið VAF UA er 90 gráður. Og kannski þetta setja svona upp í ykkur aðgerðaröð. Fyrsta lagi látið að skilgreina hér horn eða öllu heldur nöfn á þeim, bara alfa og beta, og segi frá því. Set alfa jafnt og hornið A VAF U, það er hérna, og hef þá 3 strik og beta jafnt og VAF AU VAF AU. Og kannski næsta skref er að draga geislan. Dreg
geislan og og mynda þríhyrningana það er hér VAF, O VAF, O og svo þennan hér og A. Þá setjum við hann hér inn og skýfum bara myndina. Skal geta teikna bara aðra mynd alltaf. Þess að sjá nákvæmlega hvernig smíðinni vindur fram. Þetta var svona. Hérna var VAF, hérna var A, hér er O, þetta eru punktar líka og hér og svo búið að draga geisla hérna og þetta var alfa, þetta var beta og hvernig þetta alfa merkt og þetta hérna beta merkt. Svona. Nú, við getum þá strax sagt hvað þeta er núna. 1, 2. Þá þeta er þá alfa merkt pluss beta merkt. Þannig ég ætla þá að sýna að alfa merkt pluss beta merkt er 90 gráður. Varpa hugmyndinni þangað. Nú tökum eftir að OVAF er geisli og það er þá sama og en svo er náttúrulega OA geisli þar að segja þar með þetta allt saman jafn langt. Það þýðir þá að þessi hérna og þessi lengd í fyrir þríhyrningnum VAF, O hann er jafnarma. Þá eru þríhyrningarnir VAF, O og A báðir jafnarma. Og þá er alfa sama og alfa merkt og beta sama og beta merkt. Eitt skref enn að skref. Nú gildir bara almennt þarna sem þríhyrning að alfa pluss beta pluss þeta í upprunalega þríhyrningnum eða mikið frekar átt að hafa þetta svona. Nú er alfa pluss beta pluss þeta jafnt og 90 gráður og ég get að sverða þetta svo að alfa pluss beta pluss þeta er jafnt og notum sverðið alfa merkt pluss beta merkt pluss þeta en alfa merkt pluss beta merkt er þeta, þannig við finna þeta pluss þeta sem eru nákvæmlega 2 þetur. Þetta er 180 gráður og af þessu leiðir bara að hornið það var kallað í byrjun hornið VAF, svo notum við þessa millibreytu þeta er helmingurinn 180 gráður, 90 gráður.
og við erum búin að þessu. Og ég tek bara fram að þetta ein leið af mörgum þess að gera þetta, svo hafið aðra sölunni í bók. Aðalmálið bara að leggja af stað, að elta hugmyndina sína og nota alltaf það sem gefið nota ekki neitt sem ekki við komið fram. Þá kemur nú smíðin eftir smá æfingu. Og bætum svo bara östutt við þetta að þegar við förum í þalisa stikvanina, setjum U hérna, einhver geisli hér, við skárum hann hérna á vestri, hér austur og setjum punkt hérna og svo höfum við geisla hér og það sem þetta hérna horn, þessi hérna tvö horn eru jafn stór og hvað þetta horn stórt? Já, það 180 gráður mínus 2 alfa. En hvað þetta hérna horn stórt? Já, við vitum að x plus y líka 180 gráður. Og með samanburði þá getum við bara fært hér á efri jöfnunni 2 alfa yfir jöfnunarmerkið. Og við sjáum að hornið ypsilon þarna á myndinni tvöfalt stærri en alfa. Svona.